Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í þennan fjórða þátt af sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi. Í fyrri þáttum höfum við fjallað húsnæðismálin, samningsréttinn og sögu kvennabaráttunnar á Íslandi síðastliðin 100 ár. Og nú komið að velferðarsigrunum á síðastliðinni öld eða svo og það þurfti að hafa fyrir þeim öllum. Velferðarsigrarnir sem hafa unnist í verkalýðsbaráttunni á Íslandi frá því í byrjun síðustu aldar hafa gerbreytt samfélaginu. Því engan veginn saman að jafna hvernig umhorfs var á vinnumarkaðnum upp úr 1900 og eftir 2000. Þar koma litirnir svart og hvítt upp í hugan, að ekki sé talað hugtökin lítilsvirðing og niðurlæging annars vegar og viðurkenning og velsæld hins vegar. Það vart hægt að hugsa sér hlutskipti almenns verkafólks á tímum fyrstu heimastjórnarinnar það leyti sem hylti undir fullveldi landsins, en þá var fullveldi verkamannsins í svo mikilli órafjarlægð að enginn hugsaði rétt hans og vinnu aðstæður. Hann gat þakka fyrir það eitt að hafa vinnu, en allt umfram bestrípuð launin, sem voru reyndar ekkert endilega greidd út í peningum, heldur matvöru eða gistingu, var ekki til staðar á þeirri tíð. Vinnurétturinn var enginn, samningsrétturinn ekki heldur, og því síður verkfallsheimildin og takmörk á vinnutíman þekktust ekki, hvað þá yfirvinnulaun eða næturtaxti, ellegar helgidagakaup og því síður sjúkrasjóðir ef menn slösuðust eða veikindaréttur ef menn fengu pestina og enn var langt í land að nokkrar atvinnuleysisbætur væri í boði fyrir þá sem fengu enga daglánavinnu, sem yfirleitt var nú líka stopul, kannski árstíðabundin og fastráðning, þó orð var bara ekki til. Að ekki sé talað orlofsrétt. Jú, fyrsta orlofið kom til sögunar á síðustu öld, vissulega, en aðeins 3 dagar eða svo til að byrja með. Kauplausir vitaskuld, því hverjum hefði dottið það til hugar fyrir góðu mannsaldri að borga fólki fyrir að hanga heima. Verkamaðurinn stóð því berstrípaður út hjá vinnumarkaðnum. Hann gat ekki einu sinni krafist sömu launa frá einum degi til annars af því að vinnuveitandinn hafði örlög hans algjörlega í hendi sér. Og það á þessum núllpunkti sem verkalýðsbaráttan hefst á Íslandi og hafi einhver haldið að allar réttarbæturnar í lífi launafólks hafi komið af sjálfu sér á áratugunum sem á eftir fóru, hefur sá hinn sami á röngu að standa. Það varð að berjast fyrir þeim öllum með verkföllum á mótmælastöðu, fjöldafundum og kröfugerð. Það kom ekkert af sjálfu sér, þótt upplýsingin og umbótakrafan yrði ávallt háværari eftir því sem leið á öldina. Auðvaldið og atvinnurekendur og jafnvel því síður alþingi, löggjafa samkunda þjóðarinnar, var ekkert að hafa fyrir því að rétta alþýðumanna hjálparhönd. Þetta auðvitað mikil saga og merkileg sem kennir okkur það að það þurfti að hafa fyrir hlutunum í gegnum tíðina eins og gamlir verkalýðsrefir kunna að segja frá. Samanber það að það voru nú sett vökulög fyrir blessaða sjómennina sem voru næstum því látnir vinna allan sólarhringinn þar til vökulögin komu. En sannleikurinn nú sá, vinnutími hér á Íslandi ennþá langt umfram það sem hann ætti að vera og sennilega með því lengsta sem þekkist í Vestur-Evrópu. Og ég get svona nefnt sem dæmi að 1996 þá létum við VR gera samanburð á vinnutíma og launum í Danmörku og hérna. Þjóðhagsstofnunin gerði þetta líka. Rún Karlsdóttir vann þetta fyrir okkur. Þá kom á daginn að Íslendingar unnu það bil 3 mánuði lengur á hverju ári en Danir. En ráðstöfunartekjur Dana voru samt 15% hærri heldur en Íslendingana, þó þeir unnu sem svarar 3 mánuðum lengur en Danir á hverju ári. Þetta alveg ótrúlegt, en þetta bara staðreynd. Þetta 96 og ég ekki viss þetta hafi breyst mikið. Starfsmaður sem að viðtal var við núna fyrir nokkrum árum síðan og vann í Hörpu, fór til Noregs. Hann sagði, ég vann hér myrkvann á milli. Þegar ég kom til Noregs, þá vann ég frá 7 á morgnana til 3 á daginn. Og ég vissi ekki hvað ég átti að gera við tíma fyrst til þess að byrja með, segir hann. Allt í einu uppgangaði fjölskyldan. Hún hafði eitthvað tíma aflögu fyrir sig sjálfa. Því miður vantar mikið á það að þetta sé almennt svona og við þurfum að taka okkur stór tak til þess að laga þetta.
segir einn þaulsetnasti formaður VFR í gegnum tíðina. En vinna fólks upp úr 1900 þegar verkalýðsfélögin á Íslandi eru að vakna var ekkert endilega þægileg innivinna eins og hér í gömlu prentsmiðjunni. Heldur voru flestir að rækja störf sín út yfir í allra veðra ósköpum. Vinnuaðstæður íslenskra verkamanna í byrjun 20. aldarinnar voru ekkert í líking við það sem fólk á vinnumarkaði þekkir í dag. Aðbúnaðurinn var jafn hræðilegur og hann var hættulegur og þótti ekkert tiltökumál að leggja sig í lífshættu á hverjum einasta degi, jafnvel þótt slysabætur væru engar og veikindaréttur ekki komin til sögunar. Menn óðu í hvaða verk sem var, fyrst höfðu og annað borð vinnu, og svo var bara að vona að menn lifðu af eða hlytu ekki af það mikinn skaða að þeir væru áfram vinnufærir. Einna hrikalegastar voru aðstæður hafnarverkamanna við dagsbrún síðustu aldar og vel fram á hana miðja. Á meðal þeirra var hreinsun gufukatla í skipum hvað erfiðust allra venjubundinna starfa. Engu að síður var slegist þessa vinnu því að hún var betur borguð en uppskipun. Hún var með því lagi að fyrst var ketillinn opnaður og kerti látið síga ofan í geiminn, en ef það logaði þótti óhætt að fara niður, þótt jafnan væri svo heitt í neðra að kertin bráðnuðu. Karlarnir létu sig hafa það og stóðu rennandi sveittir og reikulir af svima á meðan þeir börðu saltið af sem safnast hafði á fýrin á siglingu og stungu svo sótið út úr eldhólfum sem stundum var svo brennandi heitt að menn hlutu skaða af. Í þetta starf völdust helst unglingar sem ekki hefðu tekið út fullan vöxt, enda ekki á færi stórra og steltra eyrarkarla að smjúga inn í þröng og glóðarheit hólfin. Það var því svo að fyrir tíma veikindaréttarins eltust menn hratt og slitu sér út fyrir miðjan aldur. Það var ekkert verið að hanga heima í pest ef vinna bauðst og það var líka mætt til hennar í hvaða veðri sem var allan veturinn á enda. Signar axlir, bogið bak og gigtstirðir fætur eru einkenni þessa tolls sem eyrarkarlarnir greiddu með vinnu sinni. Hinn mikli vinnurhraði í öllum veðrum dróð þurraverkina fram í fætur, mjaðmir og hendur. Bakið bognaði fljótt af þungum burði. Vindmaður og lúgukarl stóðu út í öllum veðrum, hvort sem það var norðangarri með frosti eða hversdagslegur útsýningur með vætu og kannski hraglanda, oftast gegnblautir og kaldir, enda vastþéttir vinnugalar ekki komni til sögunar. Vinna hafnarverkamannsins olli því margvíslegu heilsutjóni þótt afleiðingarnar kæmu oft ekki í ljós fyrir en mörgum árum síðar og starfsþrekið þvar fyrir en ella. Menn voru útbrunnir 50 og þá tók kannski ekkert við nema Guð og gaddurinn. Getur maður yfirleitt ímynda sér hvurslags umskipti það hafi verið að fá vinnutíma lengd í löggjöfina, veikindarétt, atvinnuleysistryggingar? Þetta hafi verið gríðarleg umskipti. Auðvitað voru þetta mikil umskipti og ætli það sé ekki sennilega voru það félög prentara sem að stígu fyrstu skrefin á þessu sviði að fá inn í samninga ákvæði vinnutíma og síðan það nú á næstu áratugum stöðugt fleiri félög sem að ná þessu inn að takmarka vinnutíman aðalega þannig að það sé ákveðin tími sem er dagvinna, ákveðin tími sem er eftirvinna og ákveðin tími sem er næturvinna. En það þýddi kannski ekki það að það voru í rauninni engar reglur settar það sem sagt hversu lengi fólk mætti vinna fyrir löngu síðar. Það er ekki fyrir ná ofanverðu 20. öld sem að það er gert. Þannig að hér auðvitað er reynt að takmarka vinnutíman með því að setja hærra verð á hér eftir- og næturvinnu en hinn raunverulega takmörkun á vinnutíman er ekki fyrir eftir 1980. Annað sem er mjög mikilsvert sem er rétturinn til orlofs. Það kemur smá saman inn og það að taka orlof, það merkir það náttúrulega bara svona að endurnýja sig og ná einhverju hvíld, sjáu þið. Og það er svona á 4. áratugnum sem að það er að skríða í gegn. Löggjöf þetta efni samþykkt ef mann rétt 1942 og síðan hefur þetta smá lengst. Þetta hefur ekki gerst baráttulaust frekar en annað. Nú sjálfsagt að allir taki sumarfrí en
það hefur sem sagt bara náðst í gegn smám saman. Og veikindaleyfi, var fólk þá ekki einfallega áður en að það komst í gegn að vinna fársjúkt margt hvert? Já, það auðvitað gat farið út í það vegna þess að ef að fólk hefur vinnu, að þá náttúrulega ekki gott að þegar margir aðrir bíða eftir sömu vinnu, þá kannski ekkit sérlega gott að vera heima lasin. Þannig að örugglega hafa margir haft tilhneigingu til þess einmitt að fara bara í vinnuna þó að viðkomandi væru ekki heil heilsu. Þannig að þau réttindi eru vitaskuld afar mikilvæg líka og það má segja það sama þann rétt eins og orlofið að þetta smálengt og síðan skiptir þá auðvitað miklu máli í þessu sem sagt að hér styrkjakerfi sem byggt upp í kringum þetta. Það eru bæði almannatryggingarnar en síðan líka sjúkrasjóðir verkalýðsfélaga. Segir sakfræðiprófessorinn í viðmælanda hópi okkar, en við höldum áfram með þáttinn hér innan skamms og fjöllum frekar velferðarsigrana á Íslandi síðastliðin 100 ár eða svo. Komið sælir áhundur á Nýja leik, þið eru að horfa á sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi og þátt velferðarsigrana í henni allri. Og talandi velferð, vinna fólks við dagsbrún síðustu aldar tók aldeilis sinn toll, ekki bara í fingrum og fótum, heldur líka svo ótalmörgum mannslífum. Sjálfsagt hefur orðið vinnustaðaöryggi ekki verið til í íslensku máli fyrir réttri öld eða svo. Vinnurhraðinn var enda slíkur í upphafi síðustu aldar, þegar nútíminn hélt innreið sína í íslenskt atvinnulíf, að kappið bar forsjána ofurliði. Vinnurhraðinn var hömlulaus og afleiðingin var ótölulegu fjöldi vinnuslysa. Reyndar var ekkert nýtt að verkamenn fengju að gjalda fyrir vinnuna og tæknina með limum sínum á lífi, bótalaust. Vinnan á eyrinni var stórhættuleg og það vissu menn mæta vel. En athygli vekur samt að framundir miðja síðustu öld voru fáar sem engar tilraunir gerðar til að stemma stigu við slysum, enda voru þau mjög algeng. Hjá því varð trauðla komist að menn fengju á sig þungar hluti, járnstengur og trébretti, kol, bómur eða keðjur. Stundum merktu óheppin minniháttar skrámur og mar, en alloft þýddu þau beinbrot, lömun eða dauða. Ástæðuna má rekja til þess að lengi vel sýndu atvinnurekendur slysavörnum takmarkaðan áhuga. Enda nóg af vöskum mönnum sem flykktust úr sveitinni á mölina þetta leyti þjóðarsögunar sem voru tilbúnir að hlaupa í hvert það skarð sem myndaðist. Og þeir þekktu sjálfsagt fæstir hættuna, svo sem þær sem leyndust í stuttri leið á milli skips og bryggju. Á þessum tíma tíðkuðust engar öruggar landgöngubrýr, heldur var valtur planki látin duga eða óstöðugur stigi og stundum var engu til að dreifa svo menn reyndu bara að stökkva borð eða lesa sig út eftir landfestunum. Og þetta á þeim tíma þegar fæstir ef nokkrir þessara stráka og karla kunnu að synda. Staðan var því þessi þegar verkalýðsbaráttan var að taka á sig mynd á fyrstu áratugum síðustu aldar. Þú vannst eins mikið og þú gast við hvaða aðstæður sem var og trúðir á það forkveðna að enginn mætti sköpum renna. Og svo var bara að sjá hvað skrokkurinn dugði lengi og ef hann gaf sig var það í besta falli fjölskyldunar að sjá hann það sem eftir var ævinar, ellega maður gæfi sig upp að bæinn, farinn á líkama og sál. Mér mjög minnistætt það tímabil þegar við konur á vinnumarkanum vorum alltaf mikið hlutavinnu þegar ég fer að vinna aftur eftir barneignir að sko við vorum réttlausar ef að barn veiktist, algjörlega. Og þetta var rætt á félagsfundum hjá Sókn. Þetta gæti ekki gengið. Við værum 93% kvennafélag og við erum að taka slaginn. Og í næstu samningum þá bara hjólað í þetta mál að fá 7 daga í veikindarétt vegna veikra barna. Já, það þannig að verkalýðshreyfingin hefur haft hag launafólks og svo sem alltaf borið fyrir brjósti en á mjög mörgum og ólíkum vettvöngum og eitt af þeim eru orlofsíbúðirnar og orlofsbyggðirnar sem eiga nú svo langa tíma aftur í sögunni að það alveg frá 1964, 65
þar sem að þetta er aðal umræði hér í miðstjórn, þar sem verið að ræða það hvernig hægt sé að skapa fólki aðstöðu til þess að eiga eitthvað frí fyrir utan vinnu og þannig að þrönga kost að það voru einhver sumarbústaðir eða neina afþreying til. Þannig að þá byrjar þetta og það byrjar sem í Ölfusborgum og síðan kemur inn Svignaskarði, Vatnsfjörðurinn, fyrir norðan á Illugastöðum og síðan fyrir austan. Þannig að þetta er svona, þetta byrjar sem ekki mjög stórt en á endanum teygist þetta yfir í gríðarlega mikilvægan áfanga sem þessi heildaruppbygging. En þetta í dag verið að standa að uppbyggingu orlofshúsa vegna þess að það hefur í reyndinni ekkert breyst. Það er ekki þannig að meirihluti af launafólki eigi einhvers staðar afdrep út í sveit. Jafnvel þó að við förum nú erlendis endurum og sinnum, þá er það líka þannig að hér yfir vetrarmánuðina eru nánast öll hús uppleigð vegna þess að það er bara mikil eftirspurn. Verkalýðshreyfingin, hún spannar náttúrulega líka allt samfélagið og þar má til dæmis nefna sjúkrasjóðana sem skipta náttúrulega gríðarlega miklu máli að mínu mati. Og hér áður fyrr þá var náttúrulega varða þannig að fólk hafði ekki þetta öryggisnet sem að sjúkrasjóðarnir svo sem bara eru fyrir fólk í dag á vinnumarkaði. Og það var þannig ef fólk lenti í alvarlegum slysum eða veikindum til langt tíma þá þurftu þau bara að treysta á fjölskylduna eða velunara til þess að hafa það afhreinlega. En við stofnum sjúkrasjóðana í kringum 60, það var nú sjást einhverju sjóðir sem voru aðeins þarna undan, en svona í kringum 1960 þá var svona almennt sjúkrasjóðirnir stofnaði hjá verkalýðsfélögunum og 1974 þá var þetta orðið staðfest með lögum að borga í sjóðina. Og við sjáum það bara svona núna sem er nær okkur í tíma að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir launamenn að þegar þeir klára sinn veikindarétt hjá atvinnurekendum þá eiga rétt í sjúkrasjóðnum. Já, við getum nefnt sem dæmi að sjúkradagpenningatryggingarstofnana sem áttu upphaflega að bjarga fólki er ekki nema kannski 10. hluti af því sem að sjúkrasjóða verkalýðsfélagana greiða. Sjúkradagpenningar sjúkrasjóðana geta verið upp undir 1 milljón í mörgum tilfellum á mánuði og þetta er réttur sem endurnýjast á 12 mánaða fresti og nemur sem getur numið milljónum króna til félagsmanna. Og þetta er mjög mikilvægt í því að fólk haldi sinni reisn í gegnum veikindi. Varðstaðan réttindin í dag, þau snúast að félagsmaðurinn hann finni það að við erum á bakvið hann. Hann geti sótt til félagana, lögfræðiþjónustu, alla aðra fjölbreytta þjónustu sem við bjóðum upp á til félagsmannsins til að verja réttindin. Grundvallaratriðið í því er að við höfum sterka bakkjarla og akkurat núna, eins og staðan er í dag, þá hefur meiri harka á vinnumarkaði. Og þegar það verður svona mikil harka, eins og maður finnur fyrir hjá félagsmanninum, að þá þarf verkalýðshreyfingin að standa mjög sterk á bakvið þá. Við erum að upplifa nefnilega að það er farið að hóta fólki miklu meira heldur en var áður. Afskipti af stéttarfélögum, þetta er ekki vel og vinsælt. Ef að þú ferð til stéttarfélagsins, þá bara fær fólk skömm í hattinn. Af því að atvinnurekendur þeir átta sig alveg á því að við höfum bakkjarla til þess að sækja á það. Og við erum náttúrulega ekki hrædd við það. Og þetta er félagsmaðurinn að átta sig betur og betur á. Af því að það er orðin svo mikil, samfélagsábyrgðin sem var áður inn í fyrirtækjunum. Það sem að menn bara, samfélagið það virkaði ekki nema fyrirtæki virkuð. Nú bara mönnum alveg saman þetta. Ég segi ekki svona heilt yfir, en menn skirrast bara ekki til að senda menn bara út á guð á gattinu eða þeir eru eitthvað að yppa gogg Og þá þurfum við bara að standa alveg klárir á því, að verja, bara ekkert öðruvísi. Segja verkalýðsforkólöfurnar okkar og rýna 100 ár aftur í tíman eða svo. En ef við horfum fram á við, eru allir þessir velferðarsigrar fastir í sessi eða jafnvel í uppnámi? Þetta eru mjög stór hluti afkomutrygginga, það er réttinda fólks á vinnumarkaði eru með einum öðrum hætti tengt kjarasamningum. Sumt af því höfum við síðan þá samið að
hafa í höndum Alþingis, þar að segja byggja það á lögum og kjarasamningi. Atvinnuleysisbæturnar sem dæmi eru partur af lagasetningu, fæðingarorlof, en sumt af þessu bara beint inn í kjarasamningi eins og veikindaréttur, lífeyrismál og fleira. Og við erum bæði þá að klíma við pólitíska áhættu. Alþingi hefur látið réttindi í þessum mikilvægu kerfum okkar, vinnumarkaðskerfunum, drabbast niður og við höfum verið að taka glímu það núna. Ríkisstjórnin samþykkti að hækka atvinnuleysisbætur upp til jafngildis við verðlag eða kaupgjald í landinu og fæðingarorlofskerfið þá í skoðun. En það líka áskorun í þessu að sá hluti okkar réttinda sem í kjarasamningi, varsla hjá fyrirtækjum, þá erum við að sjá breytingarnar á ráðningarforminu, aukin áhersla á verktakaráðningu, aukin áhersla á alls konar tímabundnar ráðningar, veldur því að sumt af þessu réttindum eins og veikindarétturinn grundvallast á starfsaldri. Og þú nærð, fyrsta árið ertu með 2 daga í mánuði og nærð heilu mánuði og 1 ári og svo ferð að byggja upp réttindin á 3 árum, 5 árum til að ná fullum veikindarétti. En það eru svo margir okkar félagsmenn sem ná aldrei þessum aldri. Þetta er mikil áskorun. Þetta sjáum við í formi þess að útgjöld sjúkrasjóðanna vegna veikinda að vaxa mjög hratt í undanförnum árum. Og þetta er glíma sem að tengist á umræðin framtíðsstarfa. Þetta tengist umræðin það með að hætti fyrirtækjaformið að breyta frá því að vera atvinnurekandi í samstarfi við sína starfsmenn að byggja upp ykkur verðmæti í því að vera fjármálastofnanir sem líta bara á laun eins og kostnað. Það er ekki fólk, þetta er bara kostnaður. Og reyna að skera niður kostnaðinn og það skiptir ekki máli hvort það er kaupið og færa það niður á taxtalaun eða hvort það er réttindin og reyna að losna með það í því að láta viðkomandi bara bera ábyrgð á sjálfum sér. Og þetta er mikil áskorun fyrir verkalýðshreyfinguna að huga því hvernig eigum við að byggja þessi réttindi upp. Að sumu leyti stöndum við betur á vígi heldur ákvörðunum okkar vegna þess að við höfum byggt upp sjúkrasjóði, við höfum byggt upp lífeyrissjóði utan fyrirtækjana, við höfum byggt upp starfsendurhæfingarsjóð utan veggja fyrirtækjana. Og ég spái því að lausnin á þessu í okkur er svolítið í formi þess að færa útgjöld atvinnurekenda meira yfir í reynslu iðgjalda og láta réttindin vera utan fyrirtækjana þannig að þau séu ekki háð því að við séum hjá sama atvinnurekenda heldur við séum á vinnumarkaði og byggja það þannig upp. Þetta erum við að gera á sumu leyti og ég held að þetta sé leiðin að fara til þess að ná opnum okkar í því vegna þess að þetta er grundvöllur af réttindum okkar fólks, mjög mikilvæg þáttur í uppbyggingu okkar þjóðlífs að menn hafi raunverulega tryggingu gagnvart áföllum, veikindum, slysum eða atvinnuleysi þess vegna eða endurmenntun, vegna þess að það er líka orðinn þáttur af þessu að geta mætt kröfunum. Já, við þurfum stöðugt að vera vakandi yfir því að halda þeim rétti sem við höfum áunnið. Því að ég minnist þess til dæmis að þegar lög voru sett 40 stunda vinnuviku, þá höfðum við náð samningum að vinnutími á skrifstofum væri 38 stundir. Þegar að þessi lög voru sett 1970, tóku gildi 1. janúar 71, þá var mjög hörð barátt af hálfu vinnuveitenda að lengja vinnutíma skrifstofsfólk upp í 40 stundir. Þannig að við þurfum að vera stöðugt vakandi yfir þessu. Ég minnist þess líka að barátt okkar fyrir því að fólk fengi laun þegar að dagvinnutímanum lyki og það þurfti að ganga frá í verslunum. Það var launalaust, það var ákvæði þetta. Við náðum þessu samningum þetta, við þurftum að heyja mjög harða baráttu, fund eftir fund, ár eftir ár til þess að halda þessum réttindum. Þannig að við þurfum að vera stöðugt vakandi yfir því að halda þeim réttindum sem við höfum náð. Það er alveg ljóst. Þessum fjórða þætti af sögu verkalýðsbaráttunnar er þar með að ljúka. Í næsta þætti fjöllum við framtíð verkalýðsfélaga á Íslandi. Er jafnvel ennþá meiri þörf á þeim félögum á komandi árum heldur en hefur síðastliðna mannsaldra eða svo. Hugum að því eftir viku en í millitíðinni góðar stundir.